Góða daginn! Það að vakna í stúkunni og verið velkomin á fyrsta leikinn í undanúrslitum kvenna í Öðruspíkarnum. Við byrjum að kynna fyrirliðana og þjálfaraliðana. Við byrjum að liði afturrættingar fyrirliði númer 3, Verina Apostolova. Og þjálfari afturrættingar Eduardo Benítez. Fyrirliði Þróttar, María Rún Hansdóttir. Þjálfari Borja González Vicente. Komið sæl kæru áhorfendur og verið velkomin í þessa blakveislu í dag hér á Sport TV. Dagurinn í dag verður ansi langur hjá okkur. Það eru 4 leikir í boði fyrir ykkur og fyrsti leikur dagsins í Öðruspíkarnum í blaki er að hefjast. Það er leikur Aftureldingar og Þróttar Neskaupstað. Eftir það fyrir við klukkan 4 í HK Stjörnuna. Klukkan 6 er komið á köllunum og þá er það HK Stjarnan og klukkan 8 mætast Vestri og Afturelding. Ég heiti Sunna Þrastardóttir og með mér í dag er Erla Bjarni Jónsdóttir. Komdu sæl. Sæl Sunna. Hvað segir Erla? Hvað eru að fara að sjá hérna í þessum leik, heldurðu? Ég held að vera góð leikur. Mikið af flottum leikmönnum hjá Þrótti að koma upp og ég held að það veri mikið barátta hjá þeim. Það eru ferskar. En Aftureldingar náttúrulega mjög sterkt liða á móti þeim. Já, Afturelding það lendur núna í öðru sæti í deildinni, Vísinódeildinni. Rétt undir HK-stelpunum sem að unnu deildina. Það er verið að kynna leikmenna til leiks. Þið kannski heyrið þetta. Númer 10 Kristín Salín, Thelma er þarna númer 11, Kate Jísól númer 13, Kiana Kincaid númer 15. Mistum hann á Fjólu Rut Svaðsdóttir númer 8 og Sigdísi Lind númer 1. Og Kristína Apostolova verður frelsing í þessum leik eða byrjar allavega inn á. Þessi uppstillingar er svo sem ekki að koma manni mikið á óvart. Það eru bara að stilla upp sínu sterkasta liði. Það dugar ekkert minna. Nei, ég held að þurfum þess að liða sko. Ég er að æfa við. Það er að kynna Þróttnes. Byrjum á Hrafnhildi, Ástu, svo númer 6 María Rún, svo er það Gía númer 9, Særún Birna, númer 10 er Heiða Elísabet, þá kemur Gía númer 12, þá kemur Anna María númer 13 og Líberó númer 17 Valdís. Eitthvað sem að kemur óvart með þessu uppstillingu? Nei, þetta er bara sama lið og að spila í vetur. Ég held að meðalaldur sé 18 ára. Já, þetta liðir í yngri kantinum, það er alveg rétt að það er. Sýnur okkur bara að það er flott starf í gangi hérna fyrir austan. Algjörlega. Og hverju ætla að byrja? Mér sýnist við Kristín Salín verið að gera sig klára í uppgjöf. Og við erum byrjað. Hún undir dekkun hana hjá Kate. Já, já. Og Thelma. Vel gert. Góð sókn þarna af hávörninu út. Eitt 0 staðan orðin fyrir Aftureldingu.
móttaka. Þessi stelpa búin að vera miðja, þannig að þetta óvanalegt já. að miður síðan móttöku. Já, þannig var Heiða kannski aðeins ekki nógu mikið á tánum. Illa staðsettur svolítið aftarlega. Já. Eiríkur uppgjöf Kristínu. Fín lauma. Glæsileg sókn hjá Kate. Mjög flott, hún er að slá hátt uppi. Það er erfitt að blokka þetta þegar maður er ekki... Þegar hærri. Já. Þrjú 0 staðan orðin fyrir afturöldingu. Þessi er ekki að gera þetta í fyrsta skipti. Mjög vel gert. Glæsilegt hjá Niður Maríu. Það var að fyrirliðin, María Rún Karlsdóttir í uppgjöf. Góð uppgjöf þarna. Fín vörn. Góð sókn hjá henni aftur. Vel gert. Óvanalegt að sjá Maríu ekki taka jump. Já. Hún er búin að vera með eitthvað bak neðst og kannski eitthvað að hlífa sér til að byrja með. Já. Og þá er að Telma Dögg Gretarsdóttir í uppgjöf. 4-2 fyrir afturöldingu. Fín móttaka þarna. Undir þessu Sigdís. Þetta er langt uppspil þarna en Virkilega vel unnið úr þessum bolta. vel inn úr þessu, já. Síonu. Svo Gott slag. síðan ég að redda þessu. Og blokka út. Vel gert. Já, Þróttarstelpur ætla ekkert að gera þetta neitt auðvelt fyrir afturöldingu. Vonandi að við fáum hörku leik hérna. Það var Hrafnhildur í uppgjöf. Hún getur verið stór hættuleg í uppgjafareitnum. Vel gert. Fín varðan hjá Kristínu. Það barist í hvern einasta bolta. Ekki tókst þetta hjá Gíu Guðnadóttir. Það var að Sigdís Lind Sigurðardóttir í uppgjöf. 6-3 staðan fyrir afturöldingu. Fín móttaka. Þetta var Sigdís með Fjóla vera með. En við getum alveg vænt þess að Heiða muni spila mikið upp á Unnu og Maríu. Þær eru svona sterkastar í Þróttinnes. Þær hafa verið að spila kerfið að þær eru með 2 uppspilara. Já. Skamm sjá hvort að vinna ennþá með það í dag. Það sem er kannski óvanalegt að sjá hérna hjá Þrótti í dag er að hún Anna Karen, hún er að koma inn sem varnarlíberó. Hún er búin að spila síðustu 3 ár sem uppspilari. Já. Næsefni móttakan hjá Telmu. Þetta er nálægt netinu þessi.
Fjóla, góða sók. Svo þetta stig. Það kannski svona meiri breytt í liði Aftureldingar. Það meiri svona sterkir, þetta eru bara allt mjög sterkir sóknarmenn. Já, og líka bara meiri reynsla. Já, reynslu meira lið, já. Nýrri. Fjóla þakkaði fyrir þetta fína uppspil. Með stígi, staðan var 9-4. Þá tekur Þróttur næst leikli. Þróttur tekur leikli í stöðunni 4-9 til Aftureldingu. Ball bumping here. It's high enough. Go fast and try to hit. Or minimum. Jump and push. But we are sending 3 balls. So of course they change. And we are scared where we are hitting. Okay, like I say, we can tip in the middle to the side. We are tipping to the hands of the defender. Okay, minimum they have to move. Já. Hann vill skerpa hans á sókninni og vera ekki að gefa þeim svona mikið af auðvöldum boltum. Já, hann segir að reyna að lauma eitthvað annað en beint í hendurnar á þeim. Sjáum hvort þær fara eftir þessu. Stuðningsmannalið Þróttar er líka vel vaknað hérna og hvetja þær inn í næstu stig. Fín blokk þarna. Serinni, fín móttaka. Hún kemur Heiða og skilur. Þú sást þetta fyrir. Þetta sá ég gerast. Flott lína þarna. Kate ekki með þetta ekki alveg reddi í þennan bolta. Heiða er búin að spila sem ég spilaði síðast á og er virkilega flottur smassarinn. Næja, það svolítið veitur. Nasser úti hjá Gíu. Það dátti hart að hérna klúðra uppgjöfum í svona mikilvægum leik. Verða að halda því niðri. Þessi móttaka gekk ekki alveg hjá hann í Gíu. Nei. Það er örugglega líka dálítið stress í þessum ungu stelpum myndi ég halda. Já, ég get vel trúað því. Það er ekkert grín að spila hérna á Þær vita líka alveg hvert þær eru að gefa núna. Já, já. Góð vörn hjá henni. Gíu. Já. Vel reddað hjá Ekkert að hætta. Þetta var glæsilegt stig. Þetta stig fyrir beint á Valdísi Líberó. Já. Líberónar fá nú ekki oft stig en þegar það gerist þá er það mjög verðskuldað. Það eru bestu stigin, ég get sagt þér það. Já. Það er ótrúlegt með þessa stelpu á Valdísi að það er eins og hún sé búin að spila blak í 20 ár. Já. Ekkert hrædd. En þetta var góð sóknarna hjá Thelmu. Virkilega vel gert. Beint í gólf. Þá var það Fjóla, Rudd Svavarsdóttir í uppgjöf. 13-6 fyrir Aftureldingu. Fjóla getur verið lúmsk. Já. Hún er það. Virkilega góð uppgjöf hjá henni. Beint á milli þeirra þarna. Það er hann að ná í annan ás. Þessi er bara langt úti. Það er ekki oft að sé Fjólu gefa út. Nei, hún er frekar örugg í uppgjöfinni. Frekar í öruggum uppgjöfum og yfirleitt svona í styttri kantinum líka. Þá er það Heiða Elisabeth. Góð uppgjöf þarna hjá henni. Hún svarar bara fyrir Já, uppgjöfinni já, já. Fjólu. Beint þarna á milli Sjönju og Thelmu.
dæmir Jón Ólafur Valdimarsson aðstoðardómari vitlausa uppstillingu hjá afturhendingu. Það var einhver ekki á réttum stað. Það hefur verið Kate, ég tók nú ekki nógu vel eftir þessu. En það er ég ekki dómari. Það eru nú ekki alveg sammála þessu hjá honum. Nei. Hún hefur verið eitthvað að fljóta á stað. Góð uppgjöf, fín móttaka. Dálítið nálægt. Anna María hafi átt þessa. Já. Það er erfitt að vinna úr uppspili þegar það er svona nálægt netinu. Allan að híðan frá sér virtist þetta frekar nálægt. Heiða enn í uppgjöf. Það er 6 á forskoti. Staðan hún 14-10. Rétt út þarna. Það er eitthvað ákomin á Kristínu. Já. Það var Kristín Salin í uppgjöf. Áttu nú að gera betur þarna. Þá skiptir hann út, gerir breytingu, Tunna Rut kemur inn á fyrir hann með Gíu. Gía Guðmundsdóttir, kemur leikmaður númer 18, Tinna Rut Þórhallsdóttir. Vörn. Anna. Já, það er þessu. Já. Einhver misskilningur hann í vörninni hjá afturhendingu. Anna María í uppgjöf. Fín sókn þarna, glæsileg vörn. Telma í uppgjöf, 17-11. Góð uppgjöf þarna. Vel reddað. Glæsilegt uppspil hana hjá Kristínu Salín. Góð sókn hjá Kate. Þá tekur Þrótturnes aftur leikhlé. Heyra hvað þau segja. Okay, now we are doing like in the bad moments. We are waiting for their play, not for us. Okay, that ball is for Hildur. That ball in the middle of the court is for Hildur. No, it's for you. Go, go. What happened with the pass now? We miss one and is it? Go, start to move. It's not a strong serve. Okay, we were 4 points. Now again we are 7. Go, girls. Já, hann var bara að reyna að peppa þér aðalega, held Já, ég. bara aðeins að skerpa á hlutunum. Móttakan vera dálítið í rugli hjá þeim. Það virka ekkert endilega það erfiðustu uppgjafnar. Eða kannski frá Telmu, það er kannski ekkert auðvitað frá Telmu, en... Jæja, þetta leiklið skilaði sínu. Jæja. Þá setjaðu Kristrúnu inn í uppgjöf. Þetta hafa gert mikið í vetur með mjög sterka uppgjöf. Kristrún er eins og hálfliðið fætt árið 2000. Góð uppgjöf þarna. Mín móttaka hjá Kristínu. Það er kannski sexan mátt vera bara aftar. Svona típiska sexu-syndrom eins og þetta kallað. Þegar sexan kemur of framalega í undirdekkun. Já, við hefum séð þetta nokkur sem áður gerast.
Setjist inn í uppgjöf fyrir afturöldingu 19-12 staðan. Það fyrir að vera erfitt fyrir Þróttnes. Fín móttaka. Glæsileg móttaka. Fjóla spilar upp hérna. Já. Hæp, já. Það berjast mann til þessu. Vel Bara gert ver og þarna. ver. Rosalega nálægt. Þessi var úti. Flott Þetta er barátta rétt úti. núna. Já. Góð móttaka. Þessi var inni. Síðan ég. Kate Jísel í uppgjöf, 20-13. Fín móttaka. Skemmtilegur uppgjáðstíl þarna. Já, ég hef aldrei séð það. Þessi er úti á Fjólu. Afturlendingar eftir búið að gera mikið af mistökum í þessum hreinum. Það er Tinna Rudd í uppgjöfinni. Og sátt aftur. Skemmtilegan stíl. Já, vel varið. Vörð þarna. Og María. Úff, þetta er nálægt. Og María er hún átti þessi blokk sem mér. Já, Þróttar eru ekki tættir. Komum vinna við netið á Maríu. Fín móttaka. Vel gert þarna hjá Kristínu. Skilja vel gert. Góð sókn hjá Maríu. Flott vörn og Fjóla. Góða sókn. Skila þessu. 22-16 og Sjanja í uppgjöf. Já, dálítið grófslega hjá Maríu. Þeir ætla greinilega að setja bara harða línu strax á tvístöðin. Fín vörn. Heitur afturlínu. María. Kristínu með þennan. Telma. Blokk út. 24-16. En afturhendingu fara að taka þessa hrínu. Verðist allt bendandi þess nema Þróttarar spýt í lóana. Telma. Klára þetta. Og afturölding sigur ykkur 25-16. Afturhending tekur fyrstur húnna, 25-16. Spyrir förum bara í örstuttar auglýsingar. Nú er mjúkís einnig fáanlegur í hálfslítra umbúðum. Kjörís.
Það var önnur hrinn að fara að hefjast hérna í fyrsta leik dagsins Sport TV. Þróttunes Afturelding. Afturelding tók fyrstu hrinnuna 25-16. Erla, hvað heldurðu að Þróttunes þurfa að gera til að stoppa Aftureldingu? Já. Það er voða lítið að segja núna. Það er eitthvað smá vandræði með mækinn. Ég skal bara reyna að babla eitthvað á meðan. Ég persónulega held að Þróttunes, já, ég veit ekki hvað það þurfa að gera. Það þurfa bara, ég held að sé minnka bara stressið og vera kannski ákveðnar í sóknunum, reyna að spila, dreifa uppspilinu betur. Vera aðeins skarpar í laumunum. Já. Þetta var svolítið að fara bara beint yfir. Þú ert komin tilbaka, velkomin. Já, takk fyrir. Takk fyrir. En já, laumur, skarpar, eitthvað meira. Móttakan, þú þarf að bæta móttökuna. Já. Þetta sé lítið út á leika Aftureldingar að setja akkurat núna. Það er breyta engu með sama lið og í áðan. Afturelding, en Þróttur heldur Tinnu áfram inn á en er annars eins. Já, Þrótturinn er svona með sterka framlínu núna í byrjun. Anna María Rún og Hrafnhildur. Sterkur leikur líka að láta Heiðu byrja í uppgjöfinni. Hún er með mjög beitta uppgjöf. Já, hún tók stríktið eindaldið aðan Aftureldingastelpum. Þá eru við byrjuð. Það sé rétt inni. Dómarinn dæmir samt úti. Dómarinn dæmir úti, línuvörðurinn sér hann inni. En dómarinn hefur úrslitavaldið. Það er Kristinn Salin ykkur að skammir. Ætlalega bara segja þeim að vera stilt. Þannig eins og séu fleiri Þróttarar hérna í stúkunni á svona leik. Já, mér sýnist það. Það er dálítið óvanalegt. Já. Afturelding er yfirleitt með fullt hús. Hörkusmassanna hjá Unni Maríu en Virkilega vel gert. góð blokk þarna. Hvað finnst þér staðsetningun og sexunni þarna? Ég menna sexur, það er náttúrulega bara Mér finnst þetta dálítið tregar sko með staðsetninguna, það er bara þannig. Fullri virðingu fyrir köntunum. Sem móttaka þarf að komast nær. Hann klikkaði uppspilið. Þrótturnes breytir móttökunni hérna, tekur Maríu út. Þá finnum við bara næsta hann Kristín. Bombar bara í netið þarna. Slóða bara á neðarlega held ég. Ég ætla að slá hann brattar. Eða sló hann á brattar sér. 4-0, Kristín Salin í uppgjöf. Já. Og vörna með á Kristínu. Janja.
Gott uppspil. Þar hún skilur þessum, beint í Sigdísi út. Þar hún Karlsdóttir í uppgjöf. Föst uppgjöf í henni. Gott uppspil. Vel leist þarna hjá Kate. Beint í gólfið. Það er Telma Dögg í uppgjöf. Hörku uppgjöf og Góð móttaka. Óháver. Sýnist hún Anna María eiga þessa. Já. Það var Hrafnhildur Ásta í uppgjöfinni. Fín móttaka. Sigdís. Úff. Hann dæmi að mók þarna. Það var fallegt þarna hjá Þrótturum, allar í gólfinu undir þessu. Þær virðast ætla að berjast í alla bolta hér. Þýðir ekkert annað í undanúrslitum Kjörísbikars. Góð móttaka. Glæsileg svo. Þessi bara deyr í höndunum á Annu Maríu. Já. Ofsalega sterk stelpa á Senja. Það sé ekki að slára svo bratt en þetta eru hörkusmassi á henni. Fín móttaka. Anna Þessi María er úti. slætir hann út. Þetta. Já, vel slær gert. þetta. Ísköld. Kate. Þessi er inni. Og þau taka leikhlé Þróttunes. Það fyrir hvað hann ætlar að segja. Okay. We are not going to risk because the problem is we are going to go down if we don't put the ball inside and they are not working for the point. We are giving the point directly. Okay, the set has to be better. It's too far. Okay, good try on the last ball. And we have 2 risks in the serve. Doesn't matter if we miss, but we can't give present every time. Every single time. Yeah, why? Okay, put the ball inside. Put the ball inside. Ponla adentro. Porque encima la estás fallando y ellas sí vienen abajo. O sea, métela, que nos metan el punto ella. Hvernig er spænskan þín þetta? Ég skildi ekki orðið þessu en þau hljóta að vera að segja eitthvað gáfulegt. Já. En hann vill bara hætta að taka of litlar áhættur og hann vill bara að þær keyri fá betra uppspil. Já. Læsilega gert þarna hjá Tinnu Rudd. Vel gert hjá henni Kristínu. Já. Kate, manga bolta þarna, Fjóla, María reddar þessu yfir. Fjóla, fín vörn þarna. Ekki með Tinna. Já. Gaman að klára svona. Virkilega vel gert hjá henni. Uppspilararnir virðast vera að fara alveg eftir fyrirmælum hans. Já. Anna María uppgjöf. Þín uppgjöf.
Svolítið nálægt þarna hjá Thelmu. Fjóla skila þessu. Ég hef nú séð fallegri smöss frá Fjólu gegnum tíðina. En þetta er stig. Það er alveg rétt hér. Nú gerir Aftureldingu breytingu á hann Hilma Jakobsdóttir kemur inn sem varnarlíbero. Og það er Heiða Elisabeth. Skoringastig. Tinna Rut Þórarinsdóttir í uppgjöf fyrir Þrótt Mjós. 9-6 staðan fyrir Aftureldingu. Góð uppgjöf þarna. Janja. Já, vel varið. María. Glæsileg háutunda hjá Fjólu Rut. Fín móttaka. Særún Birta reddar þessu yfir gólfið. Var ekki alveg rétt tímasett þarna í sóknina en reddaði þessu glæsilega. Og þá fer hún beint í uppgjöfina. Góð móttaka þarna. Fjóla fyrir aftan. Þessir... Ekki sammála þessu á línu, já. Já. Hann er ekki sammála þessu að dómarinn. Nei. Og eins og áðan þá ræðir hann. Það er víst, ég er ekki að deila við dómarann. Það er alveg rétt. Þær virðast nú vera aðeins að saxa á forskoti núna 8-10. Það setur þetta bara beint í gólfið. Það var Heiða Elisabeth hins með. Þá tekur Eduardo leikhlé. Þetta er fyrsta leiklið þeirra. Að þau hvað hann að segja. First, relax. We are giving the points doing more than we need to do. In block, number 18, number 12, these kind of players. Sometimes it's better don't jump. You are jumping too high than giving the block out. Just jump less and all these balls are over our block is in defense. Okay? And jump straight, not moving hands. If we move the hands is the most complicated. Já. Hann vill bara slaki á og hoppi minna að læra í blokkinni. Já. Þannig að, já, sem sagt að hoppa. Tíma setja sig betur í. Já, þannig að hafi meira vald yfir boltanum í blokkinni. Og benti það sérstaklega á Gíu og hana Tinnu Rut. Góð vörn. Baba. Já, María. þær eru ekki hættar og þær jafna hérna 10-10. Glæsilega inn í hjá Maríu Rún. Úti. Já, það getur verið dýpistök þessar uppgjafafélag. Já, Þróttur virðist nú vera að koma svolítið tilbaka núna. Fjóla Rut. Þetta var erfitt. En það er allavega að vinna fyrir hverjum einstu bolta. Það verður ekki tekið af þeim. Minnskilningur þarna. Virkilega vel séð. Glæsilegt smass þarna hjá Maríu Rún. Eitthvað smá uppskulega minnskilningur en þetta reddaðist. Góð uppgjöf þarna hjá Heiðu. Senda bara auðvitað niður. Vörn. Góð vörn. Og tvíslag. Nei, nóg.
mista þessu. Ég sá þetta ekki heldur. Aftur jafna Þróttarar. Línuvörðurinn dæmdi þennan inni, Sigurbjörn Árni dæmir hann úti og gult spjald á Eduardo, sýndist mér. Fyrir að mótmála. Eduardo virðist allt annað sáttur með þetta spjald. Bæði áhorfendur frá Aftureldingu og Þrótturnes vera að taka við sér. Að gera, mikilvægur leikur. Fín móttaka. Góð sókn hjá Telmu. 14-12 fyrir Aftureldingu. Góð undirdekka þarna hjá Heiðu. Dálítið nálægt, já. Kristinn Salín enn í uppgjöf, 15-12. Þurfa Þróttar að fara að stoppa eða vil ekki hleypa þeim of langt frá sér. Erfitt að koma tilbaka. Góð uppgjöf þarna hjá Kristínu. Átekur þjálfari Þróttarnes leikhlé. Þróttarnes leikhlé í stöðu 12-16 fyrir Aftureldingu. Why you stop? Okay, we have problem with this serve. We have to change, okay? We have to change. It's about ball is inside, okay, put inside. They have to win the point, no us, okay? Not them for us, okay? In the serve, push between two. But no space, okay? Weak now. We were 12-12, so go! Malal. Já. Hann var sammála því sem við sögum áðan og Kristín er að valda smá vandræðum í móttöku. Já. Það er ekki alltaf að vera fast. Það er bara skynsamlega gert þarna hjá Jóni. Valgerinn afturhættingsskiptingu sem Anja kemur út af og Elína inn á. Elína Apostolova. Smá misskrifa hjá Telmu og Kristínu. Góð móttaka. Þetta var dálítið langt þarna aftur í 2 hjá Kristínu. Telma örvhent, erfitt sér hann að ná þessu. Sóknarna hjá Kate. Telma í uppgjöf 17-15. Nóg eftir hérna.
Þetta hefði verið hægt að leysa aðeins öðruvísi. Kom hann bara hátt upp, þannig að einhver hefði getað rætt honum yfir. Þessi fannst hann að vera að leiða út. Ítján 15. Taka Tinna á Valdís aðeins meira, segi María á Valdís aðeins meira pláss. Fín móttaka. Svolítið lágt uppspil. Hrafnhildur Ásta í uppgjöf 16-19 fyrir afturöldingu. Sér úti. Dýrmætt stig. Já. Mjög svo. Seydís Lind í uppgjöf. Fín móttaka hjá Maríu. Og blokk út. Þá gerir hann breytingu og tekur Tinnu rúnda og setur Gíu inn á. Gía Guðnadóttir. Uppgjöfin, góð móttaka þarna. Gott slag hjá henni. Afturhending afturhending. Karen Björk kemur inn á og Telma Dögg kemur út af. Karen Björk Gunnarsdóttir. Gert þarna hjá Kate. Afturhending komin í þægilega stöðu, 22-17. Góð móttaka. Elína, gott slag þarna. Vörð þarna hjá Maríu. Svolítið nálægt. Enn og aftur er það móttakan sem er vandamálið þarna. 24-17 fyrir afturhendingu. Og það er hvað var þetta? 25-17. Og afturhending sem tekur. Afturhending tekur fyrir í 25-17 og komið 2-0 í hreinu. Þetta fylgur hann á. Kíkjum á smá auglýsingar. Það er krakkadrókar í 16 ára og 17 ára stöðum. 16 ára stöðum að fara til Danmörku og strákarnir eru stöðum að fara til Búlgaríu. Þannig að eftir að renni við styrkir krakkadrókar. Einnig þið færi sjóknar að sjá þetta formóta bríkjar. Þið byrjið láta Nú Mjúkís einnig fáanlegur í hálfslítra umbúðum. Kjörís. Afturhending
Það aðeins verið að hita upp í áhrindum hérna í Laugardalshöll. Við förum kannski aðeins yfir það hvernig liðin komist í undanúrslitin. Þá mætti Þrótturnes Völsungi þar sem það sigruðu 3-1 og stigahæstu í þeim leik var Anna María með 23 stig. Afturræting fór aðeins auðveldar upp í undanúrslitið en þær drógust á móti fyrstu deildarliði Fylkis og unnið það liði örugglega 3-0. Velina Apostolova var stigahæst í þeim leik. Nú erum við mætt hér. Þriðja hrina að hefjast. Það er búið að vera dálítið erfitt fyrir Þrótturnesstað. Þetta að mæta hérna gríðaröflugu liði Aftureldingar. Hver myndirðu segja svona helsti munin væri á liðunum akkurat núna? Svona að horfa á þetta finnst mér að vera helst öryggi hjá Aftureldingastelpum. Þrótturnes að berjast en hinnar eru bara öruggar, vita hvernig það er að gera þetta, hafa gert þetta áður oft. Já, Afturelding var í fyrra þrefaldur meistari, deildarbikar og Íslandsmeistarar og kvennalið Þrótturnes þær eru síðast bikarmeistarar 2011 þannig að það fer alveg að koma tíma að færa aftur. Já, þú sér það margar í þessu liði voru 11 ára þegar það gerðist en þær voru sennilega ekki inn á vellinum þá. Nákvæmlega, þannig að það er svona kannski þar er munurinn. Það reynslan skiptir máli í þessu. Það er alveg rétt. Það er stressandi að koma inn og spila í höllinni. Algjörlega. Þetta virðast vera svipulið nema Vilji og Karin þær halda áfram frá því áðan inn á. Já. Kristínsdalinn byrjar. Fín móttaka. Ef við skoðum þetta aðeins að þá er Þrótturnes megin þá eru 4 fæddar árið 2000 og 1 fædd 98 en meðan Aftureldingamegin eru 1 fædd 2000. Glæsileg lína þarna, já, Maríu. Eduardo er ekki sátt með línuverðinu núna og hann fannst þetta ekki verið inni. Nei, ég sá þetta nú inni en ég ekki að sverja fyrir það. Heiða fór nú bara eiginlega fram hjá boltanum. Já, misreikna þennan eitthvað aðeins. Það var Velina Apostolova í uppgjöf. Góð móttaka. Beint í netið hana hjá Unnu. Góður staður þarna. Þessi hefur nú alveg næga reynslu. Já. Sér veit alveg hvert boltinn á að fara. Og Hrafnhildur Ásta í uppgjöf. Já, þetta er tvíslag. Sigurbjörn Árni er sammála mér í því. Óvanalegt að hún gerir tvíslag. Já. Mjög reyndur uppspilari. Hún er líka mjög hissa á þessum dómi. Tinna var óörugg og hann dæmir á hana. Hann sá hvað var í gangi hjá Jón Ólafur. Ég misti hún á þessu. Það var útskýra þetta fyrir þeim.
Þær vilja fá þetta endurtekið þannig að segja að það sé ekki réttur dómur hjá honum. Já, þetta er endurtekið. Það þarf að laga þetta á rittaraborðinu. Viðeigandi tónlist. Já, en þessi hérna verðist vera að byrja svipað og fyrir hrinur. Afturvending aðeins sterkari. Þrótturnes verður að passa að hleypa hann ekki of langt frá sér. Nei. Það er mjög þreytandi að elta til lengdar. Hundleðilegt, það er sagt það. Það var Sigdís í uppgjöf. Fín móttaka hjá Maríu. Já, já. Hún veit nákvæmlega hvert hún á að setja hennar. Góð móttaka hjá Elínu. Góð blokk. Þá reynir Karen. Já, já. Já, Kristján þarna. Góðari undirdekkanir hérna í dag. Þetta er hörkuleikur og boltinn endi oftar Öðru megin. Já, já. Já, það tókst ekki hjá Þrótturum. Kannski aðeins svo gráði þarna að koma honum yfir. Já. Það var Kate Diesel í uppgjöf, 5-4. Fyrir afturhendingu. Afturhendingi er að fá mikið gratisboltum til sín að skilja. Já. Og nýta þá virkilega vel. Já. Þróttar eru mikið að redda boltanum yfir með hringstæði og það er bara verður að koma sterkari sókn. Í svona leik þá færði hann bara beint tilbaki í gólfið þín megin, sko. Já. Það var vel redda hjá Særúnu Birtu. Já, vel gert hjá Kristín í salinu. Nó. Góður Einar þarna. Það er sama afturhendingamegin og Þrótturamegin, þær berjast alveg þangað þegar boltinn lendir í gólfinu. Já. Það var Tinna Rudd. Kate úr afturlínu. Essir úti. Línuverður og dómari eru ekki sammála þér í því. Nei. En þessi hrína verðist nú vera að fara aðeins jafnara á stað en hina tvær. Já. Þannig að við fáum hérna baráttu hrínu. Það kemur Karen, bara í fyrsta skipti sem hún er uppgjöf í dag, eða ekki? Jú, ætlum það ekki. Særún Birta í uppgjöf. Fín móttaka. Nálagt. Já. Í antinnuna. Ég held að sé smá svona taugatitringur í uppspilunum. Ég finnst bara báðum megin vera dálítið eða uppspilið vera dálítið nálægt netinu. Er það bara ég eða? Nei, það er ekki bara það. En þessi var bara í netinu, það var ekki bara ég. Nei, það varst ekki bara það. En þeir eru kannski að gefa þeim fyrirmæli að pressa nálægt netinu til að svo hún sé skarpari.
ef til vill. Þá er Fjóla Rut í uppgjöf. Fín móttaka. Hörku sóknarna hjá Maríu Rún, fyrirlega Flóttanes og 8-8 staðan. Heiða Elisabeth í uppgjöf. Fín móttaka hjá Karen. Þetta var vok, já. Sigurbjörn Árni útskýra fyrir þeim hvað gerðist. Það gerði að vera með allt á hreinu. Og Kristín Salín í uppgjöf. Nálægt þarna. Staðan sem hefur verið að trekja þær í Gróttu Nes hvað mest. Já. Mikilvægt fyrir að losa strax. Rún, glæsileg sókn þarna. Það getur verið erfitt að fá uppspilið svona aftan frá eins og þarna, en þetta María Rún reddaði þessu. Ekkert vandamál. Það er síðan beint í uppgjöf, góð uppgjöf. Það var Tinna Rut. Nota þessum aftur yfir. Og Velína auðvelda sókn þarna. Anna Fínt uppspil. bombar þennan í gólfið. Og aftur jafna Þróttarastefnu 10-10. María Rún í uppgjöf. Sér úti. Velína Apostolova fer í uppgjöf. Fín móttaka. Og blokkana hjá Sigdís. Tólf 10 staðan orðin og Þróttar að gera skiptingu. Gróttu kemur með liðsins út af leikmann Þá kemur Gíja inn sem miðja. Vinna kemur leikmann með góð, Gíja Guðnadóttir. Hrafnhildur Ásta kemur út af. Og fín móttaka. Nálagt. En þessi er úti hjá Kate. Og já, og inni líka í netinu, segir Jónar Rófur. Og Gíja Guðnadóttir í uppgjöf. Hún var að koma inn á áðan. Hún er frá Fáskursfirði og keyrir í Neskaupstaðaæfingar. Það er metnaður. Þá erum Sigdís Lind í uppgjöfinni. Glæsileg sókn þarna. Anna María skorar fínt stig og fer síðan beint í uppgjöf. Engin munur þarna, 13-12 fyrir afturréttingu. Heiða
Elín á afturlínu. Stuttan bolta þarna. Smá misskilningur. Eitthvað samskiptaleysi í gangi. Já, þetta var dálítið dýrkeypt. Voru báðar hann að komna fram, Heiða og Anna María, ætluðu báðar að fara að spila upp og þá er enginn eftir í 1. Þessi er uppi. Þessi stutt. Og þetta er glæsilega gert. Það Tinna Rut Þórarinsdóttir. Bjökkust ekki við svona stuttubolta. Þetta breyta til í uppgjafastíf til að halda móttökuna á tánum. Gefur síðan langan. Annað stig. Og þá er Þróttur Neskaupstað yfir í fyrsta skipti í þessum leik. Og Edvardó líst nú ekkert á það á tveimleiklega. They are going to serve. One shot, one long. One shot, one long. Like the kids. Just expect that. And they are serving short because we are not moving our legs, because we are working in the field, we are sleeping. Wake up and win the fucking set. Come on! Já, Edvardó var ekkert sáttur. Hann sagði að Þróttarasteppi var að gefa upp eins og krakkar ef við skilna rétt. Já, eina stutta, eina langa. Já, en þetta er náttúrulega bara krakkar. Það er nú bara þannig. Það eru margar hann ekki einu sem komna með bílpróf. Og síðan var hann bara að segja þeim að hreyfa sér lappirnar, já. Því er ekkert að standa á hælunum í svona leik. Karin slær í blokku út. Karin fer síðan í uppgjöf. Já, góð uppgjöf með Karin. Góður uppgjafur hjá Karin. Vel gert. Það er reddað þessu yfir. Heiða, góða sókn, fín vörðunni og Kate. Karin á afturlínu og þessi er inni. Vel gert hana hjá Karin. Það tekur Þróttur leikhlé. Þjálfari Þróttar ekki alveg nógu sáttur með framganginn hér. They are going to try to save between you two. Get behind the ball, put the ball high, in the middle of the court, minimum. Okay? And then we play easy. Take a long approach. Sometimes it's too short. It's too short. Yes. Reach, okay? Reach and try to play. But we don't have problem with the pass. Okay? Okay, we are there. We have a good rotation. So change this serve and keep pushing. Go. Já, keep pushing, segir Borja. Finnst þar alveg vera þarna og fyrir bara aðeins í þetta. Já, vantar bara herstu munum þarna. Já, fín móttaka. Aðeins og hátt þarna. Eða þá að Særún hafi verið svo fljót. Hann hefði kannski spilað aðeins öruggan bolta þarna, þessum stöðum. Þessi Karin bombar í netið. Þetta eru sjaldgæft að sjá. Þróttararnir eru staðnir upp. Ætla að hvetja þær á fleiri rinnur. Taka trámusetti fram og gefa allt í þetta. Fín uppgjöf Særún og Birtu.
María. Glæsileg. Skila þessu, virkilega vel gert. Þróttur með virkilega sterka framlínu núna og hann nýtti hana vel. Hérna að fara í þarna. Elína. Þarna, María. Glæsilega gert þarna. Og Þróttarar jafna. 18-18 staðan orðin. Og Thelma virðist vera að koma inn á. Elína kemur út af, Thelma kemur inn á. Ætli hugsunum sé ekki að hækka blokkina. Já. Eða kannski hann að tripla Særúnu burtu. Aðtöðum hvort það hafi áhrif á hana. Kannski bæði. Þá fáum við eina unga hérna inn á í uppgjör. Það stendur Steinun. Steinun Guðmundsdóttir. Hún er með virkilega góður uppgjafir, þannig að þetta er mjög sterkur leikur hjá Aftureldingu. Spurning bara hvernig hann höfði pressuna núna. Já, það er það sem að skipti máli hér. Ekkert vandamál. Breytir hann engu máli. Új. Gísla. Þarna er smá miskilningur. Gísla þarna á Gíu. Steinun Guðmundsdóttir. Það er uppgjöf frá henni. Það er uppgjöf. María. Spilið hjá Þróttinni er sér svolítið langt frá netinu, erfitt að vinna. Og Karin á afturlínu. Í blokkina út. Og Borja tekur leikhlé. Okay, it's the moment to be smart, okay? It's about pipe, don't jump with them. Don't jump with them. Okay, the setter, second touch. Okay, the serve now. We were there. Come on. Okay, they only need 4 points, we need 7. Okay, change this ball. Change this ball, easy. We are going to play easy. Good quality, good technique. Every time we pass over in the right place, it's point. Okay, then we push for the start. Já, bara vera aðeins skynsamari held ég að hann hafa að segja þeim. Ekki vera að blokka afturlínu til dæmis. Já, og nýta sóknina betur. Það er svolítið búin að slá beint á leikmenn og Aftureldingastelpur kunna nú alveg að verja. Góð móttaka. Og aftur er uppspilið svolítið langt frá netinu. Já, Heiðar enda þessu. Kristín Salín og Thelma. Góð vörð þarna, dálítið nálægt. Nú fer þetta að vera dálítið erfitt fyrir Þróttara. En við getum að hengja haus. Það er að gefa allt í þetta hérna. Glæsileg móttaka. Það er úti. Kemur Fjóla Rut. Aftur inn á. Fyrir mitt út af. Það má sko sann segja að hún kom svellköld inn á. Já, glæsileg innkoma þessu ungu stelpu. Það var það Heiða Elisabeth. Fín uppgjöf. Thelma, bombar þennan. Heiða og María Rún. Sá hann að aðaldómarinn gretti sig aðeins. Hann var að fara að dæma tvíslæðin. Heiða, María, góð sókn, fín vörn og Kate, Kristína og Thelma, laumar. María nær því, þá er Anna María.
Góðu Það staður. þarf ekki að vera fast, það er bara á réttar stað. Og þá gerir hann sömu skiptingu áðan og setur hann að Kristrúnu í uppgjöfina. Inn á fyrir Heiðu Elisabetu. Þetta hvað hann gerir hér. Já, fín uppgjöf. Við móttaka hjá Karen. Kristín Salín. Tinna er að verja verð núna. Marja. Og blokkinn er inni. Heiða Elisabeth kemur aftur inn á. Það vantaði Aftureldingarstelpur bara 1 stig til að vera komnar í úrslitaleikinn á sunnudaginn. Og Kristín Salín í uppgjöf. Svona erfiðasta staðan fyrir Þrótt í þessum leik í dag. Já. Anna Marja. Og Afturelding er komið áfram í úrslitin. Afturelding er komið áfram í úrslitaleik sem fer fram á sunnudaginn og það kemur í ljós á eftir bara í næsta leik klukkan 4 hvort að það verði Stjarnan eða HK sem þær taka á móti. Það verður gaman að fylgjast með þessu unga og efnilega Þróttaraliði hérna á næsta árum. Algjörlega, þær eru ótrúlega flottar. En eins og ég sagði áðan þá er þetta bara rétt að byrja hjá okkur. Það eru 4 leikir á dagskrá hérna á Sport TV í dag. Og klukkan 4 eru HK og Stjarnan. Klukkan 6 er HK og Stjarnan í Kallamegin og klukkan 8 Vestri og Afturelding. HK og Stjarnan strax farin að gerast tilbúin. Þannig að þetta er langur dagur framöndan. Mælum með að fara bara að poppa núna og poppa í stóra skál til að eiga út daginn. En ég ætla að aðtjóða hvort að vilja ykkur spjalla við okkur hérna. Takk fyrir í bili.